Skotta kvikmyndafélag á Sauðárkróki var stofnað fyrir 12 árum af Árna Gunnarssyni. Fyrsta verkefni var heimildamyndin Í Austurdal en síðan þá hefur Skotta framleitt yfir 30 myndir og þætti auk kynningamynda og auglýsinga. Skotta til húsa í aðalgötunni á Króknum ásamt fleiri listamönnum sem fjölgar hratt þessar mundir því leikfélag Sauðárkróks að flytja þangað inn einnig. Húsið gengur undir nafninu Engill en hvernig kom sú nafngift til? Já, það var nú bara þannig að við vorum að fá húsið afhent og það var skilti framan á húsinu sem stóð á Tengill af því að hér var Tengill, rafmagnsverkstæði og svo þegar við vorum að hreinsa af þá tók ég smá pásu en var bara búin að taka téið af og eftir stóð Engill og mér fannst þetta bara fínt, þetta var bara fallegt, ég leiði þessu bara að vera og einn daginn þá fauk skiltið af stafninu húsins og það fauk bara téið af, þannig eftir stóð Engill þar uppi líka. Eru þið bara englar hérna inni? Það brotnaði nýsti hlutin sko og það sem sniðugt við þessa sögu það Ægir á sínum tímum að hann málaði þetta skiltið þarna uppi. Þegar hann var að vinna ungur maður fyrir Tengil sko. Jú, við erum algjöru englar eins og fólk veit. En hér inni þrífst nú alls konar list, myndlist og þú ert í kvikmyndagerðinni? Já, ég gera kvikmyndir og lít á mig sem listamann og það fólk sem að vinna fyrir mig líka, það er listamenn. Og það er ekkert að því í dag að segja maður sé listamaður? Nei, alls ekki sko. Og þegar maður fór í þetta á sínum tíma, ég var nú rafvirki og hætti því skyndilega og fór að læra listina, að þá var þetta eins og svona hjáverk eða svoleiðis. En í dag þá ger ég ekkert annað, annarkvort kenni ég list og listir eða vinn við hana, þannig að ég er mjög sáttur. Hvers virði að hafa þá þetta afdrep, þetta hús fyrir ykkur? Það skiptir bara öllu máli. Það er alveg svakalega mikið af góðu listafólki út allt, en því miður allt of mikið það sé bara fast inn í bílskúrum eða einhverjum bakhúsum hjá sér sko. Skiptir rosalega miklu máli að geta komið saman og haft svona andlegt samneyti. Og það á að fjölga heldur hressilega í kotinu á næstunni, ekki? Já, nú stendur til að leikfélag Sauðárkróks komi hérna inn. Það er náttúrulega eitt elsta og öflugasta áhuga leikmannafélag landsins. Þeir eru með mikið búning og við höfum átt gott samstarf við þá. Ýmiss konar stuttmyndir, bæði sem við Ægir höfum verið að gera saman og svo líka nemendum mínir í kvikmyndagerð við Fjölbrautaskólann. Þannig að það verður rosa gaman að fá þá hérna inn. Samstarf leikfélagsins og Skottu hefur meðal annars skilað sér í stuttmyndum, nokkurs konar örsögum þar sem köppum á borð við Gretti Ásmundarsson eru gerð skil. Við vorum að gera svona matarsögur einhverjar og tókum pólinn á Íslendingasögurnar og réðust á Gretti Ásmundsson og reyndum að fara svona skoplega í áttina að honum og já, ég veit ekki hvað ég segja meira. Útkoman er náttúrulega á netinu og þar má sjá þetta og svo er spurninga þegar þeir eru að koma hér inn hvort að við getum ekki gert ennþá meira af þessu. Já, þetta náttúrulega var þannig að sko við fengum nýja og flotta kvikmyndatökuvél á þessum tíma sem var sérstaklega góð í svona slow motion og svoleiðis. Árni Rúnar Hrólfsson sem er að vinna með okkur hérna líka, hann er nú bara veikur í dag, getur ekki verið hérna, en hann langaði rosalega til þess að gera eitthvað listrænt og skemmtilegt og við fórum í þetta 3 og fengum leikfélagið með okkur. Og útkoman var svona, já þetta á svona að vera skoplegt og skemmtilegt, menn taka sig ekki mjög alveg í þessu. Það er alveg hægt að gera grín að Gretti Ásmundssyni. Já. Aftur vill Grettir í eyjunar hjarta, með eldin falin í kistlinum svarta, en það þykir þeim ekki snjallt. Grettir láttu grillið vera, gaskveikjara er létt að bera. Svo vorum við satt best að segja í hálfgerðum vandræðum sko með hvernig við ættum að hafa sögumannin. Þannig að það endaði með því að við Ægir, við bjuggum bara til svona ljóð. Gerðum þetta í bundnu máli og fengum mikinn meistara hérna Björn Magnússon, enskukennara fyrirverandi til þess að lesa þetta inn, hann gerir það með tilþrifum. Og svo er Björn alltaf að spyrja mig hvað sé að frétta frá Cannes.
Er þetta ekki alltaf leiðin á kann? Ég hef ekkert heyrt frá þeim. Ég gerir nú frekar á þeir hafi samband við okkur, það ekki? Já. Nýjasta verkefni Skottu eru sýndar veruleika kennslumyndbönd sem Skotta gerði fyrir Matís lífhagkerfið og nýtingu auðlinda úr sjó og nemendur áskóla á Sauðárkróki fengu fyrstir að nýta sér. Aftur það Árni Rúnar sem á í raun og veru allan heiðurinn að þessu. Ég svona tekið slægir með honum en hann svona tækniheilin á bak við þetta. Þetta byggjast á því að við tökum upp lifandi myndir í 360 gráður og síðan erum að nota þá tækni sem er notuð í tölvuleikjum og brellum fyrir kvikmyndir til þess að breyta þessum lifandi myndum í bara svona vídeokúlu 360 gráður svo annarkvæmt ferði inn í slíkt rými eða setur á því sýndarveruleika glerugu með símannuðin og þá er bara komin inn í myndina, horfir í kringu þau og sér vídeo spilast bara allt í kring. Hverju breytir þetta? Þú ert að kenna, hverju breytir þetta fyrir kennslu? Já, það nú bara þó nokkuð mikið komið í gang upp í áskóla til dæmis. Við erum komið með nemendur sem geta verið á staðnum það sem þau eru að læra í dag. Þau geta verið stödd á bara í grunnbúðum Mount Everest eða hvar sem er og litið í kringu sig og það er nákvæmlega það sem Árni og Árnarnir eru að gera núna þessa stundina. Það er að búa til þennan veruleika sem þú getur komið inn í nýja veröld bara og verið á staðnum í staðan fyrir að lesa það, að næstu því finnur lyktin að því. Sérðu framtíð í þessu, bara hérna til þess í þinni kvikmyndagerð? Mér hefur dottið í huga að gera heimildamynd, af því þetta í raun og veru, við erum að blanda saman, svona hefðbundinni heimildamyndatækni og tölvuleikjatækni. Mér hefur dottið í huga að gera heimildamynd í sýndarveruleika, 360 gráðum. Við getum alveg gert það. Það hins vegar þó nokkuð mikil eftirspurn eftir þessu hjá þeim aðilum sem vilja svona kannski selja ákveðna upplifun. Gefa fólki kost á að koma á staði þar sem getur ekki komið á og veita því þessa upplifun. Þannig að þetta kannski líka ákveðin framtíð í bara ferða, túrismanum fyrir það sem ekki komast í Skagafjörð þegar geta bara séðan í sýndarveruleika. Tvímælalaust, líka ef þú kemst ekki út í Drangey, ef er vont í sjóinn, þá getur þú bara skellt á þig gleraugunum. En varðandi árskóla þá er þetta skemmtilegt að segja frá því að þeir Ingvir Hannar og þeir sem eru að þróa þessa kennslutækni upp í árskóla, þeir voru að vinna þetta bara eigin frumkvæði, við vorum að vinna alltaf til að setja hvora lægi, við vissum, hvora öðrum en á báðum stöðum sprett þetta bara áhuga. Og síðan höfum við náð í samstarfi við Matís að koma einu kennslumyndbandi inn í dagskrána hjá árskóla og það fer síðan vonandi bara í sem flesta grunnskóla landsins. Þetta er spennandi og kannski aftur að þessu húsnæði og bara möguleikum þá ungs fólks og fólks á öllum aldri hér á Sauðárkróki og í Skagafirði til að vera hérna með ykkur. Bjóðið þið fólk velkomið, er rúm og pláss fyrir fleiri? Já, eftir að leikfélagið tók þessa ákvörðun að koma hér inn, þá svona fyllast nú öll rými, en auðvitað er þetta opið hús þannig að fólk, það getur leitað til okkar og með sín áhugamál ef þau tengjast okkur og hér er auðvitað sjálfsögðu opið hús og fólk getur komið og verið hér með okkur, það er ekkert vandamál sko. Já, við höfum alltaf sagt já við samstarfi á okkar svið ef við getum það sko og við verðum alltaf með, eins og Ægir sagði, við verðum hérna með húsnæði þar sem væri hægt að setja upp sýningar og ýmsa gjörninga. Og svo er þetta náttúrulega líka svona vettvangur þar sem fólk gæti komið saman og spjallað og það er yfirleitt þannig sem góðar hugmyndir kvikna að menn koma saman og tala hlutina til að byrja með. Responsible utilization of these resources, while at the same time building knowledge and industries across sectors to increase their value, we are in fact developing the bioeconomy.